Kimsson. Hann búið að gefa hann nafn náttúrulega, hann heitir þetta er kirkjulega dæmi. Það allir með myndavélar af öllum græjum, sko. Það er stafræn og myndræn og... Einhver annan í þessum salum. Det er Sveen her. Fjallið sér á svæðið. Við erum svona bleikir bláir bræði. Já, svínkaldur. Ég er einu á hlaði. Það er saman. Næsta vagnar. Hvað mikið getur bestu myndir? Sveit. Það er tjó. Der samles, det bliver stille og roligt. Altså, vi finder bare ud af... Det kan være det. Om man har en bil. Þetta er sonen min. Já. Han lader hele Magni. I dagen. Magni Kimsson. Magni Kimsson, já. Það eru glinn í eldurinu svo. Hvað er lókað? Það stóð fyrir skýrnuna. Ég er bara með nöfnin á móttan. Máni eftir Kristel og... Syngja solo. En þú ætti að staðfesta skýrnuna? Gerir þið þeim? Já. Og passaðu að foreldrar kennarinn fari og reyða og trúi rétninguna á. Og foreldrar og Róars og Inganar og Sólveita og Henning. Þú skrifa nöfnin ekki. Er það ekki komið? Og allt bara. Ég þarf nöfn og kenningin. Støbdyggen, men de var så længe at finde navn til ham, og han var blevet så tyk og stor, han var 6 måneder, og de kunne næsten ikke presse ham ned i kjolen. Og han kunne ikke have den der hue på. Ég finnst þér ekki að verðum að það tækifæri að gifta okkur í leiðinu. Det der næste ting... Af hverju sér þessi drengi í kjóla? Það vantar bara einhver Sólveiga á lista. Það er þetta í rosin. Og það var til þú. Þau er ekki á þér í sviping. Han kan få reda. Kanske någon var liten där? Nej. Som är klar. Ser du fancy ud, da? Ja, har du en fin kjole på? Er det ikke nemmere? Er det
Lægningen. Jo. Men vil du også skifte? Það er eins gott að hafa höfuðið heilt. Já. Eins og hægt er. Góðan dag og hjertanlega velkomin öll saman í Laugarneskirkju. Í dag er víst 4. sunnudagur í aðventu sem er sérstaklega skemmtilegt fyrir þess að þá kveikjum við á 4. kertinu sem er oft nefnt einlægkertið. Í dag ættum við að fara til skýrnar ungan dreng sem að ég veit að í augum foreldra sinna er algjör engill, þannig að þetta gæti varla gerst á betri tíma. En við skulum hefja þessi athöfn með að signa okkur og við signum okkur öll saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og svo syngjum við saman skírnarsálminn sem er í Sálmabókinni nr. 252. Náðin Drottins vors, Jesú Krist,
Kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með okkur öllum. Heilög ritning segir: Sjáið hvílíkan kærleika Guð Faðir hefur auðsýnt oss, að við skulum kallast hans börn. Guð og Faðir, Drottins vors Jesú Krists, hefur elskað oss á fyrra bragði. Svo elskaði hann heiminn að hann gaf einhvern son sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Jesús Kristur er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann tekur oss að síðan vitnisburð Guðs heilaga skýr og þeir skýrnarvotar þetta lesa hann að þessu sinni fáum að heyra annan lesturinn á íslensku og hinn síðari á dönsku, sem svo er. Jesus segir: Allt vald er mér gefið á himni og jörð. Farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Jesus og de små børn. Og de bar nogle små børn til Jesus, for han skulle røre ved dem. Disciplene troede af dem. Men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: Lad de små børn komme til mig. De må ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favnen og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Takk fyrir kærlega fyrir þennan lestur. Það ekki hverjum degi sem ég fá ritningarnar lestar á fleiri en einu tungumálum. Við skulum byrja. Almáttugi eilífi Faðir, Drottins vors Jesú Krists, við ábyrgðum þig fyrir þetta barn og biðjum því að veita þér skýrnargjöf þína, hina eilífi náð fyrir laun endurfæði þeirra. Takk það að þér, svo sem sonur minn hefur sagt: Byrðið og yður mun gefast, leitið og þér munið finna, knýið á og fyrir yður mun uppmótið verða. Svo gefur þú þessu barni gjafir þínar og ljúg upp fyrir því dyrum nálægðirnar, svo að það megi hljóta eilífa blessun og inngöngu í ríkið þitt sem þú hefur heitið fyrir Drottinn vor Jesú Krist. Amen. Hversu dýrlegt er nafn þitt alla jörðina. Eilífi Guð, send anda þinn yfir þessa skýrnarlaug, svo sem í upphafi þú skapaði ljósið og lífið og andi þinn sveifur yfir vögnum. Fyrir Jesú Krist sé þér heilagi Faðir, í einingu heilags anda, heilur og dýr, aldir alda. Amen. Lofaðu sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni vill endurglæða þetta barn til lifandi vona fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Þá skulum við standa upp á fætur og játa það saman. Segjum allt saman: Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason son, Drottinn vor, sem getinn er af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, týndur á dögum Pontíus og Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp í himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs, kominn þar að koma og þær frá lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilaga, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Nú skulum standa áfram og við ætlum að byrja að skipta fólkið að koma upp að skipta fólkið.
lögfest fyrir trúna á Jesú Krist sem krossfest á uppristinni. Hvað heitir barnið? Máni. Drottinn Guð Faðir vor, þú kallar oss með nafni og gleymir oss aldrei. Rita þú nafn þessa barns, Máni, í lífsins bók og láta hann aldrei hittast frá þér. Máni, ég skýri þig, nafni föður, sonar og heilags anda. Almáttugur Guð, Faðir drottins vors Jesú Krist, sem nú hefur endurfætt þig fyrir vatn og heilagan anda, tekið í ríki síns elskaða sonar, þar sem fyrirgefning synda, líf og sálarhjálp. Hann styrkir þig með náðinni til eilífs lífs. Friður sé með þér, Máni. Amen. Og við skulum biðja öll saman fyrir barninu, bænina sem Drottinn hefur geymt oss. Og segjum saman: Faðir vor, þú sem ert í himnum, helgað þig, komi þín tíð, verði þér vilji svo jörð sem á himnum. Gef oss í dag og daglega brauð, og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldinauðum. Eigi leiðum oss í freistum, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, og eilífð. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn uppbyrti sínu augliti yfir þig og gefur þér frið. Í Jesú nafni. Amen. Góð systkini, þér eru vottar þess að þetta barn er nú skýrt í nafni Föður og Sonar og heilags anda. Með því er lögð svo ábyrgð á ykkur, ástæðin þess að aðhalda upp í ljósi fyrirheits skírnarinnar, kenna því að elska Guð og tilbyrja hann og varðveita okkar svo sakramenti og þjóna nákvæmum kærleika. Það gefur þessu ljósi. Það séu til merkis um nýja líf sem margir hefur nú fæðst til í þessu skírnarnar. Jesús segir: Ég er ljós heimsins. Hver sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkrinu, heldur hafa ljós lífsins. Og oss segir hann: Þeir eru ljós heimsins, þannig lýsir ljósið af mörgum, til þess að þeir sjáu góðverkið og vexa með Föðurinnar sem er í himnum. Látið ljósið minnir á þetta. Kveikir á því ef þið miðjið með eða verið barninu. Og hvenær sem það tekið til fyrirbæna eða þakkagjöðar, Guð veitir náð sína. Amen. Og við skulum ljúka þessari góðu stund með því að syngja saman Sálmum 70, Bjartar yfir Betlehem.
Það er alveg ofan. Hvað tekur marga mínútur að koma? Já, náttúrulega 60 til 80. 60 var. Það er svolítið sko. Þyrfti að vera aðeins með líka. Hallå Tina. Við komum í dag og fagnaði mánuð, það er hvað sem segir. Og gjörðu svo vel. Á ég að byrja? Það er líka svo reyngi að þessu. Já, kannið ekki. Á ég að byrja? Velkomin allsumur, gaman að sjá hvað er fjölmenn. Ég ætla bara að bjóða okkur velkomin og gefa veislustjórnina hér í hendur góðum vinkonum mínum úr Grundaskóla, þeim Hjördísi Hjartardóttur og Laufeyju Karlsdóttur. Gjörðu svo vel. Ok, já. Hvað þingja? Þær hafa greinilega samið við fjölskylduna, þær eru bara að tína ýmislegt klæðaskapnir á mér. Við erum búin að taka við og bara þökkum Borghildi kærlega fyrir það traust. Þökkum á henni hljóðnum að raði sko. Og við munum bara reyna að finna út úr þessu. Vi skal sko finne ord til. En það sem við höfum bara þekkt Borghildi í 6-7 ár, þá svona munum við reyna að gera eitthvað gott úr því öllu, sem er ekki eitthvað gott hann að segja. En úr fortíðinni, það er við auglýsum eftir atriðum úr fortíðinni sem að þola dagsljósi. Ef einhverju vilja koma með einhverju atrið hérna í prógrami, þá gerum við svo vel og látum okkur vita. Við gefum ykkur pláss. Svo ætlum við bara að kynna dagskránna eftir hendinni. Ja, vi skal sige dem, hvad vi skal gøre efterhånden.
Men som de ved, så Borghild, hun elsker Danmark. Men vi kunne ikke finde nogen tolk, så vi skal kun tale islandsk i kveld, i aften. Men Løve her, hun har et norsk slægt, men hun snakker bare skandinavisk og siger bare sager om Ole og Lasse, men det skal hun slet ikke gøre i kveld. Det tør man ikke. En eins og ég sjáu þá ég náttúrulega eins og Borghildur alltaf á seinustu stundu og maður þarf stundum að klára verkefnin en maður gerir það þá bara á staðnum og Borghildur svo sem fræg fyrir það. Þannig að við ætlum að láta þetta ganga og láta fleiri taka þátt í þessu verki. Þannig að þetta á að vera minning Borghildar kvöldið. Þannig að við ætlum að láta ykkur öll. Það gengur hér saumakassu eftir og þið megið velja ykkur liti og munstur bara eins og þið viljið og helst frumsamin. Og þeir eiga allir að sauma eitthvað á þennan dúk hér. Og ég veit að þetta verður spennandi að sjá hvað verður hér eftir kvöldi. Eins og vitið, Borghildur okkar helsta samvinnunefni undanfarin ár hefur verið á því að sauma krossum fyrir jólin. Þannig að þetta var vel við hæfi að þetta er samvinnuverkefni kvöldsins. En ekki vel við hæfi svona upphafið skemmtdagskrá að fólk standi á fætur og við syngjum afmælissönginn. Gjörðu svo að standa á fætur. Við tökum hann í sétúr. Ég er ekki þekkt fyrir það að vera mjög góð söngpípa, þannig að það er rétt að ég gengur samt tóninn. Við byrjum bara og 1, 2 og... Una mælíða, una mælíða, una mælum Borghildur, una mælíða, hún fimmtug í dag, hún fimmtug í dag, hún fimmtug, hún Borghildur, hún fimmtug í dag. Gerðum þetta vitlaust. Við vorum beðnir góðar kveðjur til Borghildar frá föðursysturna sem ekki komst hingað í kvöld. Það er alltaf bara þannig með okkur öll að við erum stundum búin að bóka okkur á nokkra staði og hún átti miða í leikhús þar sem að hún átti von á mjög góðri sýningu þar sem að kynþokkafullir karlmenn ætlaði að bera sig og þar sem hún taldi að Borghildur er ekki með slíka atriði þá ætlaði hún í leikhúsið. En við ætlum að biðja hérna unga herramenn, það getur ekki þau? Það er ekki að spyrja, hún ætlar að taka þetta mjög hratt, við tökum þetta síðan á endarsprettur krakkar, það er svo mikið ungum og ákveðum krakkum sem er að bíða. En það eru því svona praktískar upplýsingar fyrir ykkur að við setjum kaffikönur á borðið, þannig ykkur er velkomin að fá okkur kaffi og móla til að byrja með. Síðan gerum við smá hlé á dagskrána á eftir þannig að þið getið farið í kökurnar og spjalla þið saman. Og síðan verður bara farið í kökurnar á milli atriða, getið laumað ykkur á milli þess að nokkuð takk eftir. Og síðan fyrir þá sem reykja, þá er sjálfsögðu bannað að reykja hér inni, en þá má fara hér bak við hús og fá sér smók. Nei, þið vitið öll hvað sáleikinn er, eða ekki? Og þá er það hljómsveitin, ungir friskir menn sem ætla að koma. Það er hljómsveitin ETEC, Vésteinn, Jón Valur, Halli og Birgir Snær. Gjörið svo vel.
She's standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be. With her words of wisdom, let it be.
og Hjördís. Klára gulrótina. Það er að koma á mataræði, ekki að spyrja því. En við Laufey erum búin að eiga miklum tími undirbúið þetta kvöld og það er alveg pottet að við höfum skemmt okkur á með konunglega, hvað sem verður með ykkur með okkar atriði. En við erum búin að fá mikið út úr þessu. Og eitt af því sem við fundum, þegar við vorum að grúska eftir svona gömlum upplýsingum Borghildi, við fundum hún reyndar ekki mikið, en við fundum hérna bók sem heitir Aðlaðandi konan ánægð. Og hún er reyndar gefin út 7 árum áður en Borghildur fæðist, árið 1945. En ég veit ekki hvort hún er alveg upp í þessum anda. En það eru þarna ýmsar upplýsingar hvernig maður að hegða sér til að gera sér fínan fyrir kallmennina og ýmislegt. Og ég ætla að grípa niður í nokkra staði inn í kvöld hérna á milli atriða. Og það fyrsta sem ég finnst verið við hæfið að lesa kannski, það er með það kvenþjóðin hefur krafta í köglum. Og við vitum að Borghildur er sjálfstæð og best fyrir sínu sjálfstæði. Að það fannst mér þetta passa ágætlega. Ef einhver stúlka skyldi láta sér detta í hug að öfunda hinnar fögru og fíngerðu hefðarafrúr sem uppi voru síðastliðin öld, ætti hún að minnast þess hvernig þær voru öðru leyti en hinu fagra útliti. Þær féllu fagurlega í ómegin í sínum allt of þröngu lífstíkjum. Þær liðu hægt áfram í heilum hlaða af nærfötum. Þær voru verndar á alla enda og kanta, alið upp í þeim eftirlætin. Og þær höfðu hvorki viljan í sjálfsákvörðunarrétt. En einn góðan veðurdag gerðu þær uppreisn, leystu frá sér lífstykkin og hófu baráttuna fyrir því að vera sjálfstæðar, mannlegar verur. Og við erum alveg pattið að því að Borghildur hefur svo sannarlega tekið þátt í þessari baráttu þá hann hefur komið seinna inn en þessar konur kannski. Og talandi konur, það var rétt að næsta atrið og er eftir Sörum McLachlan. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that will make it okay. There's always some reason for you're not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction, oh, a beautiful release, and memories seep from my wings. Let me be weightless and maybe you'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from these dark old hotel rooms and the endlessness that you feel. You were born from the wreckage of your silent reverie. Now in the arms of the angel, may you find some comfort here. Put my hand in my father's glove, run on where the drifts are getting deeper. Sleeping Beauty drifts me with a frown. I hear a voice, you must learn to stand up for yourself, but I can always be around. He said, when you gonna make up your mind? When you gonna love you as much as I do? When you gonna make up your mind? 'Cause things are gonna change so fast that all the white horses are still in. Halló, já, við erum góða leið. Við þökkum Rósu fyrir þetta atriði. Það er ekki leiðilegt að eiga svona ættingja að sem að geta brugðið ýmsu fyrir sig. En
Hún ætlar að halda áfram og nú með Bergþóru systur sinni, þau ætla að koma með tónlistatriði núna. Gjörið þið svo vel, Bergþóra og Rósa. Kærlega fyrir þeirra hatriði. Ég var svo derð með að tala, það er ekki best að Hjördís tali. En við komumst að raun það þegar hún fór mig gegnum birgðir Borghildar að hún hefur tekið ýmsum myndum í gegnum tíðina. Og þetta er nú bara eitt sýnishornið. Fáum kíló til að frá. Já, og þá er næsta atriði. Elmar, þú ert tilbúin eða ekki? Við ætlum að sýna svona aðeins Borghildi í gegnum tíðina, smá svona glimt af hennis líf. Og Elmar tók að sér hérna smá sjó. Fortíðin og nútíðin, held ég. Gjörðu svo vel, Elmar. Það þarf reyndar að stökkva ljós og hana. Það var nótt, þú drafst að hjá mér, að dyrnar opnuðust að sjálfu sér, og inn þú komst og kveiktir. Og beder dig om at lege med. Om at lege med. Og kigger på min mor, og det vækker mit navn. This is my just show me the lights, and I go there. Bitter and sweet. Natten er kold, livet er kort, vingerne flytter længere bort. Tungen er mukken og sjælen slidt, mine ganger består af tilbage snit. Men hvor høje humøret rundt, jeg er fuld og jeg har det godt. Brosten for brød, fjendtlig trafik,
knapper og bitter musik, solstjerner og utrolig grin, og porte og opstød og brændevin. Jeg vil holde humøret godt, jeg er fuld. Já, ég ætla að Borghildur settist nú hjá mér og sagði mér sögu af þessum fallega kjól sem ég er í. Hún fór inn sem nýjan í Þjóðleikhúskjallarann og þar kom maður til mér og sagði við hennar hræðilega ert í ljótum kjól. Saumaður þetta upp úr gardínum frá ömmuðinni. Mér finnst það glæsilegur, örugglega svona fínt að rokk í honum. En það er vel við hæfi að yndisþokki, mér finnst að hún er orðin yndisþokki og búin að vera yndisþokki í nokkur ár, að konurnar eru yndisþokka. Við breytum aðeins dagskránni þegar ég ætla að gera upp á undan, en yndisþokki, gjörðu þið svo vel. Ég ætla að flytja einn söng eða eitt atriði að þessu loknu og síðan verður kaffið. Þið hafið örugglega biðlund. Rauður í gerspalett. Þá sá Þóra ætlar ekki að taka Illfyglið. Illfyglið er ögguvísa eftir Böðvar Guðmundsson sem að ég söng þegar maður var svona virkur hestahastæðingur. En sjálfsagt er ég orðið ryðguð í þessu eitthvað, en það er bara auðvitað gangur lífsins að ryðga. Og við ætlum að reyna hérna.
Ég veit nú ekki hvernig ég má vera því vanlega ég í kjól og vilja hafa löppin upp og stólinn. Gerðu það bara strax, það er spyrðað. Nei, ég er ekki sokkaböksur. Ég er svona, ímynda mig bara að ég sé í hjálpræðisefn. Það hvíla á kóðum. Heyrist eitthvað í gítarnum upp í sall? Sveinn. Það var frama. Komdu. Komdu frama. Vissir þú illfyglið suður með sjó, silfurgrátt með klær úr járni, búið til að veiða og búið til að meiða, býður það í húsnæði sprengju óla-jó. Styggjum ekki illfyglið suður með sjó. Veistu hvað það gerir við þjóð sem þver, þegar henn sagt að hlýða? Gogginn á sér brýnir og glóðar augum rýnir og grípur hana síðan í járnklærnar á sér. Ekki skulum við vera þjóð sem þver. Gott var það víst, þá satt svo unga húsmóðir á gólfinu grátandi með 1 árs gamla barnið huggandi móður sína. En það kom sér vel að hún átti góðar vinkonur sem björguðu afmælinu. En það er ekki að sjá á þessum veisluföngum sem hér eru á borðum að henni var ekki farið fram. Eða hvað? Borghildur og Sveinn þau byrja og síðan ætlum við að byrja fólk á hliðarvæng að fara að kaffiborðinu og síðan Svo þrennu í senn. Röngu mataræði, of lítilli hreyfingu, leti við að venja sig að hafa hægðir á vissum tímum. Ég vildi að þið vilduð, áður en þér ónæði læknir að fyllið yfir með meðulum og hægðarpillum, reyna að eta sem mest af grænmeti og ávöxtum ásamt hinni fyrrnefndu undirstöðufæðu, gera magaæfingar daglega. Ég hef ert suma hæfileikum hennar mömmu, eins og til dæmis að vera á síðustu stundu. Þannig að ég skrifaði niður nokkur atriði í klukkan 7 áður en við komum hingað inn. Hluti sem ég langar til að þakka mömmu fyrir. Suma viljum kannski ekki kannast við eins og ég segi takk fyrir að leyfa mér að fara með Véstein í 4 ára skoðun. Takk fyrir að leyfa mér að halda Bergþórum til skýrð. Takk fyrir að gefa mér nafnið hennar ömmu. Takk fyrir að þú fórst á fætur nóttina fyrir íslensku prófið mitt í 203 og gerðir heillar bakstrar handa mér. Takk fyrir að vera svona skemmtileg blanda af orden og kaos. Takk fyrir að hafa bakað svona margar skúffukökur og gert svona margar pítsur. Takk fyrir að vera gott fordæmi fyrir konur. Takk fyrir að hafa verið 1 ár í Danmörku. Og takk fyrir að kalla okkur LS Svæn og Véstein. Takk fyrir að vera fjölskyldumiðstöð. Takk fyrir að leyfa mér að kaupa plötunar með Olla og Heiðu þegar ég grét svo mikið og var svo leið. Takk fyrir að skamma mikið þegar ég eitt öllum peningum í bókabúðinni. Takk fyrir að rekja fermingarbónum minn upp 100 sinnum. Takk fyrir að reyna að fá mig til að vera meira í pæja. Takk fyrir að skipa mér að ganga með endurskinsmerki og vera í bílbelti. Samt ekki takk fyrir endurskinsborðan. Takk fyrir að hafa tekið slátur með mér. Takk fyrir að hafa trú á mér. Takk fyrir að hafa leikt svona marga vídeóspólur. Takk fyrir að hafa smurt svona marga flatkökur handa mér í nesti. Takk fyrir að hafa ótilandi hugmyndir og síðast en ekki síst, og þetta er kannski líka smá þekkt til Ragnheiðar, takk fyrir að hafa keypt brúna hornsófan. Takk í mamma og mamma. Ég veist að
forlátu húf á höfðinu. Það er ýmis merki, skáldamerki og svo held ég bara öll Evrópa og næstu álfur líka. Landa við þig bara. En næst vill Flossi vinkona okkar að stíga á svið og ég er nú mismælum hérna. Hjördís vill eitthvað á stjórna. Skilst að láta hana ráða. Nína var fáin undan. Með Flossa. Nína og Flossi. Gjörðu svo vel. Mér langar að syngja eitt lag fyrir ykkur án undirleiks. Þetta er lag sem að er hægt að syngja með undirleikum. Skemmtilega án þess. En hérna er ekki einhverju hippar hérna inni. Rétt upp hönd. Þá allir sem komnar í jakkaföt, má ég sjá? Upp með hendur. Ok. Bami, hey color TV. Svo man ég ekki, hvað kemur það? For dollars is trying to find me. I'll wait for delivery each day until 3. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Oh, please don't let me down. Oh, prove that you love me and buy me next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? And everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Östraspel och bas och fullmånen lyser som var denna glas. Där dansar Fredrik Åkare kind emot kind med söta fröken Cecilia Lund. Dansar och blundar som en härlig intill. Följer i dansen. Þetta er með texta eftir Svein og er frá Bergþóru til mömmu sinnar. Hon är efter nog fallet.
eftir Madame Tobbu og hún gefin út svipað leyti. Við erum rætt Fengsal og yndistokkar og það næsta víst að Borghildur var aldrei yndistokka. Hún var alltaf í Fengsal. Þó að konur ekki neitt í Fengsal að sækja. En hún var alltaf á bak við tjöldin og það næsta víst að allt sem Sveinn hefur sagt, það hefur hún ákveðið. Svo hvað haldið að hann geti sami ræður eða sendt inn bréf í tölvupóst. Og til dæmis það framöndan stór hátíð Fengsalsmanna í janúar sem Þórarblót Fengsals. Og það næsta víst að ég og Borghildur höfum rætt meira saman það heldur en ég og Sveinn. En við Flosi settumst niður á það og við ákveðum að búa til fallega væna ræðu Borghildur. Þannig að vildi ég bara koma til þetta. Hún ekki fyrir hérna. Kemur ekki. Og hún svo dökkar í kvöld. Þú átt ekkert að lesa það. Það lýst sér því að þegar það kemur að aðalfund og öðrum viðburðum félagsins þá það hún sem ýtir frumkvæðslausum sveini sínum af stað og lætur hann mæta. Einnig hafa Fengsalsmenn orðið að hafa netsamband við svein þennan á netfanginu Borghild @signet.is en ekki forseti@agnet.is sem eitthvað netfang sem svarar andri. Því gegnir hún mikilvægur hlutverki í félag okkar sem alhliða tengiliður við húsbónda sinn og oft eru félagarnir ekki alveg vissir hver það sem svarar bréfunum. Hvort það félagi nr. 5, Sveinn Kristinsson, eða frúin. Það sem við erum mætti hér til þess að heyra Borghildi á þessum merku tímamótum þykir okkur tilhlýðilegt að syngja fyrir hana. Þetta eina skipti sem Fengsalsmenn ætla að syngja félagssöngi sín ekki fyrir félaga í Fengsal, heldur fyrir eiginkonu félaga í Fengsal. Stelpur, Ólafía, Jónsa, Ragnar, þið fá aldrei söng, það bara Borghildur. Þess vegna ætla ég að kalla Fengsalsmenn á svið. Elíþór, Birgir, Elmar, þú bara púar fyrir aftan. Kalli farinn, Gunnar Sturla, ert þú innan? Leo ekki hérna. Leo hérna? Rosalega stilt upp, byrju farin. Ég hef ekki séð mig allt fyrr. Sigríður Arna mætt. Svona mættur. Þið sáuð ekki félagi. Kalli farinn, Sveinn Kristinsson, félagi 5, velkominn. En eins og við vitið, þeir sem fylgjast með félagsmálum Fengsals, þá hérna smá stjórnarkreppan. Og það sem sagt meirihluti stjórnar, Flosi og ég, sem ráðum öllu fram á næsta aðalfund sem haldinn á Flúðum í vor. En við ætlum að syngja 2 lög og þegar því lokið þá Gunnar Sturla og Flosi að syngja svona vælið lag til Borghildar. En það verður ekki náttúrulega með 3. Og endur lag í viskíbrennanum og skipta býta og ekki slíta út og á við liðast ekki og trú og elmar mannar víst sem þú en hann tregur og líklegur lettir lundur